Slökkviliðið eru loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir. 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin er mikil. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinberra framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkinn fastari tökum. Ferðaþjónustufyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurinn verður þó áfram tiltækur í neyðartilfellum. Hér á Austurlandi er bongó blíða helgina, heitustu dagar sumarsins enn sem komið er allavega. Og fólk streymir austur í útilegu til að sleikja sólina. Og það er allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í 8 liða úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinna manna í kvöld, sama hvernig leikurinn fer, líka hér á Íslandi. Komið þið sæl. Mannskæðustu gróðureldar í áraraðir á Spáni eru loks í rénun. 12 fórust í eldunum og eyðileggingin er mikil. Bresk fjölskylda á ferðalagi slapp undan eldunum en vinafólk þeirra fannst látið. Lucinda Cortoy kom til Spánar með eiginmanni sínum og 2 börnum á 5. í sumarfrí sem breyttist snögglega í martröð. We came down the mountain. We were not expecting to hit a wall of fire. It was quite terrifying and my brain was just racing, thinking how do I get back through the village without following the line of fire? Because it was shooting up the mountain along the road where we needed to drive. Fjölskyldan dvaldi í 1000 manna bænum Bedar. 12 fórust í eldunum, þeirra á meðal breskir ríkisborgarar. We've lost some really close family friends. They left their home on foot. I don't know why. I can only presume their road was probably cut off because they live out in the countryside around the village and they have been unfortunately found dead. Í morgun fór loks að komast skriður á slökkvistörf. Hagstæðari veðurskilyrði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið er rakara í dag og minni vindur. Ljóst er að tjón á eignum fólks er mikið. 1500 þurftu að flýja heimili sín. I'm driving through flames, actually flames. And I thought, well, I can't stop. I just got to go, you know. And it was eerie because all of a sudden I came out of the flames and it was all bright sunshine, isn't it? Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í áraraðir á Spáni. 7 manns er enn saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll líkin, gætu sum þeirra sem er saknað verið á meðal hinna látnu. Hingað heim. Fjármálaráðherra segir óviðunandi að opinberar framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins segir kærurnar tilkomnar vegna skorts á eftirliti með innkaupum ríkisins. Ef við berum saman málafjölda kærunefndar útboðsmála á Íslandi og í Danmörku þá er málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta er til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta er til alvarlegra skoðunar. Daði segir stöðuna óviðunandi. Uppbygging nýs Landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Verkefnastjóri byggingu þjóðarhallar segir 5. kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og hafi hún verið felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í verkið kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og er kærugjaldið rúmar 200.000 krónur. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri en ein ástæða fyrir þeim. En jú, það er sennilega of ódýrt líka að kæra. Fjármálaráðherra segir að tekið verði á þessum málaflokki frumvarpi fjárfestingar ríkisins. Drög birtust í samráðsgátt stjórnvalda í gær og hyggst ráðherra leggja frumvarpið fram á Alþingi í haust. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins fagnar því. En það er alveg rétt að kærumál þau eru mörg og þau tefja. En hin hliðin á því er að það er ekkert eftirlit með innkaupum hins opinbera þannig að markaðurinn sjálfur þarf að fara þessa leið að kæra. Kærugjaldi var hækkað til muna fyrir ekkert svo löngu síðan.
Þannig að þegar hafa verið tekin skref til þess að svona hafa áhrif þá á kærurnar og fjöldan. Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi sé oft og tíðum ábótavant. Hann segir skort á eftirliti sem samtökin hafi lengi kallað eftir. Hvort sem það á vegum samkeppniseftirlitsins eða annarra opinberra aðila. Og það til viðbótar við miklu vandaðri undirbúning útboða og innkaupa, ekki síst á vegum sveitarfélagana, að þá væri hægt að einfalda ferlið mjög mikið og svona losna við talsveit mikið held ég af þessum ágreiningi. Þyrluskíða fyrirtæki hefur keypt fasteignir Siglufjarðarbæjar á flugvellinum í bænum. Völlurinn verður þó áfram neyðar- og varaflugvöllur þegar á þarf að halda. Mikil uppbygging fyrirhuguð á flugvellinum. Viking Heliskiing keypti flugturn, þjónustuhús og tækjahús af bænum á 12 milljónir króna. Þeir að fara í miklar framkvæmdir hérna varðandi þar sem að þeir hafa verið með í sveitarfélaginu, það að segja þyrluflug hérna yfir vetratíman, en eru líka að hugsa þetta til lengri tíma og á ársbasis. Þannig að hér verður töluverð uppbygging hjá félaginu og við erum bara spenntir fyrir því. Lengi hefur staðið til að nýta flugvellin á Siglufirði betur. Haldin var hugmyndasamkeppni 2021 og nú eru hjólin farin að snúast. Siglufjarðarflugvöllur hefur þjónað sem vara- og neyðarvöllur hér í bæjarfélaginu, en nú stóra spurningin, hvað verður flugbrautina sjálfa? Bæjarráð Fjallabyggðar komst að samkomulagi við Viking Heliskiing kaup á fasteignum á flugvellinum, en getur flugvöllurinn áfram þjónað neyðar- og varahlutverki sínu? Já, hann mun áfram geta gert það. Og það verður engin breyting á því, þannig að það svæði sem að þeir eru með nær ekkert yfir á flugvelli, það verður sem sagt engin breyting á því varðandi þessa flugbraut. Í samningi Fjallabyggðar við Viking Heliskiing ákvæði að fyrirtæki geti keypt þriðju og síðustu fasteignina sem flugskýli. Forráðamenn Fjallabyggðar eru vongóðir að uppbyggingin verði vítamínsbrauta fyrir samfélagið. Það nokkuð ljóst að þetta mun skapa nokkur störf miðað við þeirra áætlanir sem bara mjög jákvætt og mun styrkja bara ferðaþjónustunni í heild hérna í Fjallabyggð. Út í heim, rafmagn fór af allri Kúbu í gær í annað sinni þessari viku. Aðeins eitt skip hefur komist þangað með olíu frá því í lok janúar þegar Bandaríkjastjórn hótaði ríkjum sem selja olíu til Kúbu. Myrkrið umlykur höfuðborgina Havana, nokkuð sem fólki ekki ókunnugt en víðtækt rafmagnsleysi mun tíðara en áður. 3 veces se me ha ido la corriente, hoy estoy lavando y aún todavía tengo la ropa mojada, la lavadora llena de ropa, que no sé si me coja peste porque se fue la corriente y no sé cuándo vendrá. Slæmt ástand varð enn verra eftir að Bandaríkin stöðvuðu nær allan olíuinnflutning til Kúbu í lok janúar með því að hóta þjóðum sem selja kúbuverjum olíu með tollum. Rússneskt olíuskip komst til Kúbu með birgðir í lok mars en þær dugðu út apríl. Kúbuverjar framleiða aðeins 40% af olíunni sem þeir nota sjálfir. Þetta hefur meðal annars afar mikil áhrif á samgöngur. Svona rafmagnsþríhjól eru orðin eina leiðin fyrir marga til þess að komast á milli staða á öðru en 2 jafn fljótum. El transporte estaba difícil, pero antiguamente había más opciones. En estos momentos la única opción que hay es esta. Si tienes el dinero te montas, si no, no vas a ningún lado. Esto necesita un cambio, no sé si es de gobierno, no sé si es de situación, no sé si hay que ir a otros países y hacer negociaciones, pero esto necesita un cambio porque las personas están muy descontentas. Á meðan benda stjórnvöld á Kúbu og í Bandaríkjunum hver á önnur. Fulltrúar þeirra tókust á í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í vikunni. Somehow, conveniently, there always seems to be enough power for the regime, for the Cuban dictatorship. There's enough power right now as we speak for the Castro family's compounds. El bloqueo asfixia y mata de manera silenciosa. Atender este crimen despiadado es también una responsabilidad de las Naciones Unidas.
Hitinn fór í 25 stig á Austurlandi í dag sem það mesta sem mælst hefur á landinu í sumar. Og á meðal þeirra fjölmörgu sem njóta veðurblíðunnar á Egilsstöðum í dag Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Hólmfríður, það gerist nú ekki mikið betur en þetta. Nei, það er rétt að búið að vera steikjandi hiti hérna í allan dag. Síminn minn segir að sé ennþá rúmlega 20 gráður úti. Eina sem skyggir á þetta bongo er svona hitamistur sem hefur lagst yfir héraðið og svona ryk sem fýkur af hálendinu eftir að fór að hvessa núna síðdegis. En fólk lætur þetta ekki stoppa sig og streymir á tjaldsvæðin. Það er svona fullt svo til í Allavík og Höfðavík og við litum þar við í dag. Ég er búin að vera í svolítið lengri dag en hún. Ég er búin að vera í 4 daga. Ég er búin að vera í 10 daga. Það var 25 gráður í dag. Við sjáum geggjuð sól og allt. Við erum bara að leika okkur. Svo er einhver þannig gildra til að ná fiskunum. Já, eða eru að reyna að fara eitthvert. Það faraði bara þangað. Já, og kannski eru bara, ég veit ekki, bara grilla hann og geta hann. Já, veitum við að áðan ætluðum við að grilla hann, en svo hann var bara ómikið að hreyfa sig. Já, og við þurftum að setja hann aftur hérna og svo fór hann. Og við erum núna að reyna að fá hann aftur, fyrst ætlum við að drepa hann og svo setja hann á grillið. Og bara, ég veit ekki, búið til sushi eða eitthvað. Það er besti maturinn. Við náðum honum! Herru, halda á honum. Halda á honum. Vá, hvað er sleipur? Já, mæsja. Já, viltu koma út að dansa, látum brúna kroppa glansa, það er sól og sumarínus. Já, það er fullt á tjaldsvæðinni í Hallormsstað en er fullt hérna á Egilsstöðum, Heiður Vigfúsdóttir. Það er ekki orðið fullt, það er alveg þétt setið en alveg von fyrir einhverja sem er ennþá að leita sér að stæði að finna sér pláss. Hvað búist þið við mörgum helgina? Ég gerir ráð fyrir að það séu flestir komnir að svæði sem ætlaði að vera hérna helgina sjálfa en ætlaði að sé ekki svona það bil 500 manns núna á svæðinu. Og hafið þið gert einhverju svona ráðstafanir til þess að koma fleiri að? Já, aðalsvæðið okkar sem er handan götunar er sem sagt bókanlegt á netinu í gegnum nýjan íslenskan vef sem heitir reisa.is, mjög notendavænt fyrir alla, tækni væta eða ekki að kynna sér hvort að svæðið sé laust. Svo er annað svæði sem er bara eins og í gamla daga þar sem fyrstur kemur fyrstur fær og það er ansið drjúgt þannig að við viljum meina að við svona reynum að sjá til þess að allir sem leggja í langferð fái pláss á endingu hérna á Austurlandi. Og hverjir eru þetta sem eru á ferð? Eru þetta Íslendingar eða útlendingar? Í svona veðri já, þá er þetta alveg 80% Íslendingar því að við náttúrulega viljum bara elta veðrið, við fyrir við það sem að veðrið var verst, þangað sem að veðrið er best og þannig að það er bara rosalega mikið Íslendingu núna á ferðinni. Já, og við höfum séð það á ferð okkar tjaldsvæðið og hér er einn grillari góður, Þorsteinn. Hvað er á grillinu? Það eru lambalæri á grillinu í dag. Það var svona ákveðið að hafa lambalæri þegar veðrið var svo æðislega gott hérna tjaldsvæðinu. Og eru þið að sleikja sólina? Við erum búin að sleikja sólina hérna í fleiri daga og spáin alltaf sagt okkur að veðrið er betra og betra og við verðum bara ánægri og ánægri á þessu fína tjaldsvæði. Og er þetta ekki notalegt? Þetta er mjög notalegt, allir voðalega kátir og allir með sín stæði og margir fá rafmagn og ég hef ekki heyrt neitt ágreining og allir kátir með hittan og veðrið. Og segjum við bara að verða þeirra góðu, Þorsteinn. Takk fyrir. Við vitum samkvæmt spánni á að vera alveg 25 gráður hér á morgun líka og við fylgjumst áfram með kveðjum hérðan frá Egilsstöðum í bili. Takk hérlega fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. Og einni sælunni í aðra því krár, götur og torg byrjuðu að fyllast snemma í Noregi í dag. Þeirra menn í norska landsliðinu etja enda kappi við það enska í áttalega úrslitum HM í fótbolta klukkan 9 í kvöld. Sumir biðu í röð í margar klukkustundir til að ná bestu sætunum og spiluðu eða æfðu sig í róðri á meðan þeir biðu. Fólk sem norska ríkissjónvarpið tók tali var á einu máli að sama hvernig leikurinn færi í kvöld ætluðu að fagna sögulegum árangri sinna manna. Altså, for å være realist så tror jeg Kane kommer til å skåre, men fra det vi har sett fra Haaland og alle de andre så blir det 2-1 Norge.
Skal dere på slåssplassen etterpå og ro da, uavhengig av seier eller tap? Ja, om vi skal ro! Ja, det er ikke noe spørsmål. Det er ikke noe spørsmål engang. Det er rett oppi her, så det blir jo utrolig gøy. Og stuðningsmenn norska liðsins hér á Íslandi komu líka saman í kvöld, meðal annars á Ölveri í Reykjavík og þar Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður. Sigrún, það væntanlega komið pínu spenna í fólk núna? Já, sannarlega, og hér eru bæði Íslendingar og Norðmenn komnir saman til að horfa á leikinn og hér er líka maður sem er óhætt að segja að á sér stað í hjörtum beggja þjóða. Hann hefur keppt bæði fyrir Ísland og Noreg í Eurovision. Eiríkur Hauksson, þú þekkir spennustigið sem fylgir svona stóri keppni. Hvernig heldur að pressan fara með norska liði í kvöld? Já, ég held að sko munurinn á Noregi og Englandi í kvöld er sá að ef að norsku strákarnir tapa þá koma þeir sem hetjur heim. Ef að englendingarnir tapa, þá þurfa að skipta heimilisfang til að vernda börnin sín. En hvað heldur þú að skýri velgengni Normanna í þessu móti? Er það víkingablóðið? Það getur verið að segja það, en þetta er svona svolítið eins og við Íslendingar gengum í gegnum 16 með þennan árgang sem við höfðum þar og slóum út englendinga, frábælega. Þetta er að gerast núna í Noregi og það sem er svo gaman að fylgjast með er hvernig samstaða þjóðarinnar er. Allt sem að heitir, já, við skulum bara segja það hreinum orðum, kynþáttahatur, stéttamismunur, allt er gleymt meðan að heimsmeistarakeppnin fer fram. Ég verð að spyrja þig, stórstjarna norska liðsins, Haaland, hann er einn markahæsti leikmaður mótsins. Er hann svona góður eða er það síðahárið? Örugglega síðahárið við sitt að segja, sko, en við skulum athuga eitt, hann er fæddur í Leeds. Leeds er skemmtilegasta og oft á tíðum besta liðið í Englandi. Walk in! Og hér er stuðningskona norska liðsins. Hvernig er að fylgjast með mótinu hérna frá Íslandi? Það er náttúrulega bara mjög spenntur og mér finnst það gaman af því að fyrir 10 árum svo vorum við að kalla áfram Ísland í Noregi og núna vona ég að Íslendingar eru að segja heia Norge. Styðja Íslendingar vel við baki á Norðmönnum? Mér finnst það. Ég hef fundið það. Já, algjörlega. Ertu stolt af liðinu? Ég er mjög stolt af liðinu. Mér finnst að þeir eru að koma mjög vel fram. Það er svo mikið af því núna í dag að maður er rokafullur og með frekju og leiðindi. En þeir eru bara að standa sér mjög vel í því. Góða fyrirmyndir. Eiga eftir að róa sig til sigurs í kvöld? Já, ég segi það, já. Já, segir hún og við köstum árunum yfir til Eiríks Haukssonar og hans fólks á sviðinu. Þá rennum við bara hérna í það sem er aðal stuðningsviðlagið í Noregi, búið að vera alveg síðan 1700 og súrkál. Og verið með ef þið kunnið þetta. Vi er allt for Norge, offrer allt, om vi må. Vi er rød, hvite, blå. Þeir kunna þetta á Ölveri. Kíkjum þá á veðrið. Sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekúndu á morgun en 10 til 18 landið norðvestanvert og jafnvel hvassari á stöku stað, dálítil væta á suður- og vesturlandi og hiti 10 til 15 stig en rigning kvöldið. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18 til 25 stig. Nánar það eftir íþróttir. Heimsmet í 1000 metra hlaupið féll í gærkvöld þegar kínverski Emmanuel Wanyoni hljóp vegalengdina í fyrsta sinn. Við lítum við á bikarmóti FRÍ í Skógarseli sem er í fullum gangi þessa helgina. Heimsmeistaramótið í fótbolta er á sínum stað, markvörður Spánverja á nú eftirsótt met og Noregur og England mætast í stórleik í kvöld. Þá er lokadagur landsmóts hestamanna í dag og við tökum stöðuna á töltinu þar sem heimsmetin héldu áfram að falla. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak. Rifjum þá upp helstu fréttir. Slökkvilið eru loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir. 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin er mikil. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinberra framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkinn fast í tökum. Ferðaþjónustufyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurinn verður þó áfram tiltækur í neyðartilfellum. Og það er allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í áttalið úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinnamanna í kvöld sama hvernig leikurinn fer og það verður líka gert hér á Íslandi.
Það kom að lokum hjá okkur í bili. Nú og það ekki bara tilþrif á HM í fótbolta því Stefán Jón Ingvarsson myndatökumaður leit við á símamótunni í Kópavogi í dag og sá þar fótboltastjörnur framtíðarinnar sína takta sína. Fréttir næst í útvarpi klukkan 10 í kvöld en við kveðjum að sinni. Verið sæl.